Veröld sem var 14. kafli Sólarlag. Ég mun alltaf minnast þess með þakklæti hvað áratugurinn frá 1924 til 1933 var Evrópu tiltölulega friðsæll tími þangað til þessi eini maður setti veröldina á annan endan. Og kynslóð vor tók friðinum sem sérstakri náðargjöf, einmitt fyrir það hvað hún hafði orðið að þola mikið umrót. Okkur fannst öllum sem við yrðum að vinna upp þá hamingju, það frelsi og næði hinn slæmu ófriðar og upplausnar ár höfðu haft af okkur. Menn lögðu harðara að sér en fannst þó að þeir hefðu losnað undan fargi. Þeir lögðu land undir fót, fytjuðu upp á hinu og þessu og uppgötuðu Evrópu og heiminn að nýju. Aldrei ferðuðust menn annað eins og á þessum árum. Ef til vill hefur það stafað af æðislegu bráðlæti þeirra að bæta sér það upp sem þeir höfðu farið á misvið í gagnkvæmri einangrun. Eða var það kannski óljóst hugboð að nú yrði að sæta lagi að brjótast út úr prísundinni áður en slagbröndum yrði skotið fyrir að nýju. Ég var víðförull á þessum árum en ferðalögin voru býsna frábrugðin þeim sem ég fór í æsku. Nú var ég ekki lengur ókunnur erlendis. Ég átti allstaðar vini, útgefendur og lesendur. Ég kom sem rithöfundur og var ekki lengur nafnlaus, forvitin ferðalangur eins og fyrrum. Það hafði ýmsa kosti. Nú gat ég unnið af meira atfylgi í þágu þeirrar hugsjónar sem ég hafði lengi borið mest fyrir brjósti en það var andleg eining Evrópu. Ég hélt í þessu skyni fyrirlestra í Sviss og Hollandi, talaði á frönsku í listahöllinni í Brussel og ítölsku í Flórens á hinum sögufræga stað Sala dei Ducenti, þar sem þeir Michelangelo og Leonardo höfðu forðum setið. Ég mælti á enska tungu í fyrirlestraferð minni Ameríku frá Atlantshafi að Kyrrahafsströnd. Þetta voru allt öðruvísi ferðalög en áður. Nú ræddi ég allstaðar við fremstu menn landsins sem jafninga mína og þurfti ekki að leita þá uppi. Mennirnir sem ég hafði ungur litið upp til í lotningu og ekki einu sinni áreitt að senda línu voru orðnir vini mínir. Ég fekk aðgang að ýmsum félagsskap sem var stranglega lokaður flestum aðkomumönnum. Ég skoðaði skrauthísin í Faubourg Saint-Germain, hallirnar á Ítalíu og ýmis einkasöfn. Í almenningssöfnum þurfti ég ekki framar að bíða auðmjúkur eftir afgreiðslu. Nú sýndu bókaverðir mér sjálfir leynda dýrgripi safna sinna. Ég var gestur hjá fornbóksölum þeim sem milljónamæringar skiptu við, svo sem Dr. Rosenbach í Fíladelfíu, en hjá slíkum búðum voru smásafnarar vanir að sneiða, heldur uppburðarlitlir. Ég komst nú fyrst í kynni við svokallað hástéttarlíf og naut í tilbót þess makræðis og þæginda að þurfa ekki að bera mig eftir neinu. Mér var lagt allt upp í hendurnar. En sá ég heiminn að betur. Oft sinnis greip mig þrá eftir ferðalögum æsku áranna þegar enginn beið eftir mér og innveran gaf öllu lindardómsfullan blæ. Mér var því óljúft að bregða gömlum vana. Þegar ég kom til Parísar varaðist ég að gera neinum viðvart komu mína fyrsta daginn, jafnvel ekki bestu vinum mínum eins og Roger Martin Dugard, Jules Romain, Duhamel og Masseril. Fyrst vildi ég njóta þess eins og að stúdentsárunum að sveima strætin ókunnur og frjáls. Ég leitaði upp í gömlu kaffihúsin og litlu veitingastaðina og lét sem ég væri ungur í annað sinn. Þegar ég vildi hafa vinnufrið leitaði ég fráleitustu staða, kannski afgestra smábæja eins og Boulogne, Tirano eða Dijon, og það var dásamlegt að vera ókendur af öllum og búa í litlum gistihúsum eftir dvöl á andstyggilega íburðarmiklum hótelum, geta haft sig í frammi eða dregið sig í hliða vild og kosið sér ljós eða skugga eftir eigin geðþótta. Og enda þótt Hitler hafi seinna sveipt mig miklu, þá gat hann jafnvel ekki tekið frá mér né skert þá sælu vitund að hafa þó heilan áratug búið við andlegt frelsi og lifað eins og með listi sem sannur Evrópumaður. Eitt þessara ferðalaga varð mér sérlega lærdómsríkt og uppörvandi. Það var för mín til Rússlandsins nýja. Ég hafði undirbúið þessa ferð rétt fyrir stríðsbyrjun árið 1914 þegar ég vann að bókminni Dostojevskí, en þá var blóðugum brandi stríðsins brugðið í veg fyrir mig og síðan héldu ýmsar efasemdir aftur af mér.
Vegna þjóðfélagstilrauna bolsévika var Rússland það land eftir stríðið sem mest heillaði hugsandi menn. Þó menn þekktu það ógjörla átti það engu að síður eldheita aðdáendur og svarna fjandmenn. Svæsin áróður með og móti átti sök á því að enginn kunni áreiðanleg skil á hvað þar var að gerast. En svo mikið vissu menn að þar var verið að reyna eitthvað spán nýtt sem afdrifaríkt yrði til ills eða góðs fyrir framtíð heimsins. Shaw, Wells, Barbusse, Istrati, Gite og margir aðrir höfðu farið þangað og sneru sumir heim fullir hrifningar en aðrir vonsviknir. Ég hefði mátt teljast miður samfélagssinnaður og tómlátur nýjungar ef það hefði ekki freistað mín að sjá landið með eigin augum. Bækur mínar voru þar óvenju víðlesnar, ekki aðeins heildarútgáfan með formála Gorkís, heldur voru þar einnig í almenningshöndum ódýrar smá útgáfur sem kostuðu nokkra kópeka. Ég gat því reitt mig á góðar viðtökur, en það sem dvaldi mig mest var það að Rússlandsfarin var í þá daga dregin í eins konar flokkstilk og knúin til opinberar játningar eða afneitunar. Aftur á móti hef ég alltaf haft megnustu óbeit á allri kreddupólitík og vildi ekki láta neyða mig til að kveða upp dóm óendanlegt landflæmi og óleyst vandamál þess eftir nokkura vikna kynni. Þó ég brynni af forvitni gat ég ekki tekið ákvörðun Rússlandsför. En vorið 1928 var mér boðið að vera fulltrúi austurískra rithöfunda á 100 ára afmælishátíð Leós Tolstojs í Moskvu og tala þar fyrir minni hans í samkvæmi. Ég sá enga ástæðu til að láta slíkt tækifæri hjá líða. Úr því að heimsókn mín var ekki af flokkslegu tilefni sprottin, kom hún ekki stjórnmálum við. Tolstoj var postuli friðarins og varð ekki eignaður bolsévismannum. Og ég átti skýlausan rétt á að ræða hann sem skáld, því að bók mín hann hafði náð mörg þúsund eintaka útbreiðslu. Mér fannst líka mikilsvert frá evrópsku sjónarmiði að höfundar allra landa tækju höndum saman að hylla eitt sinna ágætustu manna. Ég þekktist boðið og mig þurfti ekki að iðra þessara skjóta ráðnu ákvörðunar. Ferðin Pólland var út af fyrir sig ævintýri. Ég sá hvað samtíð vor fljót að græða þau sár hún veitir sjálfri sér. Borgir í Galísíu sem ég sá í rústum árið 1915 voru nú risnar af grunni, nýjar og bjartar. Ég komst enn einu sinni að raunum að þó 10 ár séu drjúgur kafli mannsævinar eru þau aðeins augabragð í sögu þjóðar. Í Varsjá sáust þess hvergi merki að þar hefðu sigursælar eða sigraðar hersveitir flætt yfir hvað eftir annað. Veitingastaðir ljómuðu af prúðbúnu kvenfólki. Liðsforingjarnir sem gengu göturnar miðmjóir og spengilegir myndu einna helst á leikara í hermannsgerfi. Hvarvetna sáust merki traust, atorku og réttmætt stolt yfir því að pólska lýðveldið skyldi rísa svo öflugt úr ösku aldanna. Frá Varsjá var haldið að landamærum Rússlands. Landið var flatara og sendnara. Á hverju stöð voru þorpsbúar samankomnir í skrautlegum þjóðbúningum því þá gekk ekki nema ein farþegalest á dag inn í Rússland sem var forboðið og lokað land og meiri háttar viðburður að sjá gljáfagra vagna hraðlestarinnar sem tengdi saman austur og vestur. Loks komum við á landamærastöðuna Nikorolje. Yfir brautina var strengdur dreyrrauður borði með áletrun sem ég gat ekki lesið því hún var með kýrilísku letri. Mér var sagt að hún þýddi verkamenn allra landa sameinist. Leið og lestin rann undir þennan eldrauða borða voru við komin inn í heimsveldi öreigana, ráðstjórnaríkin. Að vísu fór því fjarri að lestin sem við sátum í minnti neitt á öreigana. Þetta var svefnvagnarlest frá keisaratímanum, mun meiri þægjendum búin en evrópskar viðhafnarlestir, breiðari og seinni í förum. Nú ók ég í fyrsta sinn rússneskt land og þó einkennilegt sé var það mér alls ekki framandi. Allt kom mér furðu kunnulega fyrir, auðar víðáttur gresjunar með sinni angurværu ró, kot og sveitaþorp með laukvelda turna. Síðskeggjaðir menn, blendingar af bændum og spámönnum, heilsuðu okkur með breiðu alúðarbrosi, konur í hvítum treyjum með skræpóttar höfuðskýlur seldu öl, egg og gúrkur.
Hvernig kannaðist ég við allt þetta? Eingöngu af meistarverkum rússneskra bókmennta, sögum Tolstojs, Dostojevskís, Aksakovs og Gorkís. Þeir hafðu lýst fyrir okkur lífi fólksins af svona stórfenglugu raunsæi. Þó ég kynni ekki málið, fannst mér ég skilja tal fólksins, þessara breiðu, þéttöksnu manna sem stóðu þarna svo átakanlega látlausir í víðum burum og ungu verkamannana sem teldu, lásu eða kapprættu í lestinni af óstýrilátum æskumóði sem hafði vaknað þegar heitið var á alla til dáða. Var kærleikur Tolstojs og Dostojevskís til fólksins að verki í endurminningu minni. Svo mikið víst að strax í lestinni vaknaði hjá mér samúð með barnslegu falsleysi þessa fólks og því samblandi af fákunnáttu og mannviti sem ég fann í farið þess. Þann hálfsmánaðar tíma sem ég var í Rússlandi var aldrei slakað á klónni. Margt var að sjá og heyra, aðdáun og ógeð, hrifning og gremja skiptust á í hugamanns. Straumurinn kastaði manni sífellt milli öfganna. Moskva var sjálf næsta sundurleitt ásýndum, annars vegar hið fagra Rauðatorg, umkringt múrum og laukhvelfingum, undursamlega tartaríst, austrænt, bísanst og þar með sannrússneskt, og svo á næsta leiti annarleg tröllaþyrping hánýtískra skýjakljúfa í amerískum stíl. Hvergi var neitt samræmi. Í hálfdimri kirkju móktu forn reykrokin íkon og gimsteinum styrnd ölduru dýrlinga, en steinsnæri burtu lá lík Lenins í glerkistu, nýmálað, kannski okkur til heiðurs, í svörtum fötum. Við hlið gljáskengdra bíla sáust skítugir og skeggjaðir ístvonsíkar keyra áfram drógar sínar með kjassmælum og svipuhöggum. Stóra leikhúsið þar sem við héldum ræðurnar skein við áhorfendum sínum öreigunum með keisaralegum viðhafnar ljóma og glæsibrag, en í úthverfunum hímdu feisknir kumbaldar sem myndu á afrekt gamalmenni og urðu að hallast hver að öðrum til að halda sér uppi. Menn höfðu allt of lengi orðið að búa við ellimörk, seinagang á hrörnun á öllum sviðum og nú átti að kippa öllu í nútímahorf, gera allt hæst móðins og hátæknilegt. Þetta óðagott olli því að Moskva virtist ofsetin fólki, þar ægðu öllu saman. Allstaðar þyrptist fólk saman í búðum og fyrir framan leikhúsin, allstaðar var fólk látið bíða, allt var ofskipulagt, svo ekkert gekk eins og vera bar. Skriffinnar þeir sem áttu að gæta reglu skemmtu sér ágætlega við að skrifa alls konar seðla og leyfi sem drógu allt á langinn. Athöfnin átti að byrja klukkan 6 en hófst klukkan 9:30 og þegar ég hélt dauðþreyttur burt úr óperunni klukkan 3 nóttina voru ræðumennirnir enn ótrauðir að. Við Evrópumenn sem komu stundislega í veislur og á stefnumót vorum alltaf klukkutíma og fljótir. Tíminn rann út greiparmanns og þó var hverri sekundu ráðstafað til sýninga, kynnisferða og umræðna. Allt var gagntekið sóttkendum ákafa og auðfundið að maður tendraðist ósjálfrátt upp af þessari innri glóð Rússanna og hneigð þeirra til að tjá tilfinningar og hugmyndir af óbeisleitum ástríðu hita. Maður varð hálf hreifur án þess að vita beint af hverju. Ólgan og nýstórleikin sem lá í loftinu áttu eitthvað þátt í þessu. Kannski var strax farið að þróast með manni rússneskt sálarlíf. Margt var stórfenglegt en þó bar Leningrad af. Þessi frábærlega byggða borg var skipulögð af stórhuga þjóðhöfðingjum. Þar eru stræti breið og hallir veglegar, en þó hvílir yfir henni einhver þjakandi drungi. Hún er leið Pétursborg Raskolnikovs og hvítu nóttanna. Þá var Eremitasjahöllin ægifögur og ógleymanlegt að koma þar og sjá herskara verkamanna, hermanna og bænda ganga á þungum skóm hina keisaralegu sali. Þeir stóðu auðmjúkir með húfuna í hendinni eins og fyrir framan íkonin forðum og horfðu á málverkin með leyndu stolti. Nú eigum við þetta og við munum læra að skilja þessa hluti. Kennarar fylgdu kringluleitum börnum salina og listfulltrúar útskýrðu Rembrandt og Tizian fyrir bændum sem hlýtu hálfvandræðilegir á og gutu augunum heldur ódjarflega undan þungum kvörmum hvenar sem bent var á eitthvað sérstakt.
Hér sem annar staðar var ögn brostleg þessi einlæga og heiðarlega tilraun til að hrífa fólkið með einu handtaki upp úr myrkri fáfræðinar til skilnings á Beethoven og Vermeer, en þessi viðleitni reyndi jafnt á þolrif beggja aðila, bæði þeirra sem voru að reyna að gera æðstu menningarverðmæti skiljanleg í einni atrennu og hinna sem lögðu sig alla fram að skilja þau. Í skólum voru börnin látin mála fjarstæðustu og fráleitustu hluti. Á skólaborðum 12 ára telpna lágu rit Hegels og Sorels sem ég þekkti þó ekki sjálfur. Ökumenn sem voru tæplega orðnir læsir höfðu bækur handa milli bara af því það voru bækur og þær jafngiltu menntun, en hún var sæmd og skylda nýju öreigastéttarinnar. En oft gátum við ekki varist brosi þegar okkur var sýnd miðlungsverksmiðja og ætlast var til að við fjallum í stafi eins og við hefðum aldrei séð annað eins austan hafsni vestan. Verkamaðurinn okkur sagði við mig hreykinn og benti á saumavél rafknúin. Síðan horfði hann á mig og beið eftir að ég fórnaði höndum af undrun og aðdáun. Af því að fólk sá nú í fyrsta skipti þessi vélknúnu tæki, hélt það í allri auðmýkt að landsfeðurnir Lenín og Trotski hefðu fundið þetta allt og uppgötað. Þess vegna brostum við aðdánarbrosi og vorum hrifin, en þó var okkur skemmt undir niðri. Manni var hugsað, en hvað Rússland minnir á bráðgáfað, góðviljað og stórt barn. Skyldi það virkilega verða svona fljótt að læra þessa feikilegu lexíu sem því hefur verið sett fyrir? Skyldi áætlunin halda áfram að leiða til stólferðra framfara eða renna út í sandinn að gömlum rússneskum hætti? Aðra stundina var maður bjartsýnn en hina vantrúaður. Því fleira sem ég sá, þeim mun óvissari varði ég í minni sök. Var þessi tvískinnungur í mínu eigin sálarlífi? Átti hann ekki öllu heldur rætur sínar í rússnesku þjóðaræðli, meira að segja í sál sjálfs Tolstóis sem við vorum hingað komnir til að heiðra. Í járnbrautinni til Jasnaja Poljana átti ég að tala þetta við Lunacharsky. Hvort var hann eiginlega, sagði Lunacharsky við mig, byltingarsinni eða afturhaldsmaður? Vissi hann sjálfur hvort hann var heldur? Eins og Rússum títt var hann allt og bráðlátur. Hann vildi breyta í snatri mörg þúsund ára gömlum heimi. Alveg eins og við, sagði hann svo brosandi, og eftir einni formúlu, alveg eins og við. Mönnum skjáttlast okkur Rússa ef sagt er að við séum þolinmóðir. Við erum þolinmóðir til líkams og sálar, en þegar hugsunur annars vegar erum við óþreyjufyllri en nokkur önnur þjóð. Við viljum vita umsveflaust allan sannleika, sjálfan sannleikan. Og mikla kvöl leið gamli maðurinn af þessum sökum. Þegar ég gekk hús Tolstóis í Jasnaja Poljana endurómaði þetta í vitund minni. Mikla kvöl leið þetta gamla stórmenni. Þarna var skrifborðið þar sem hann hafði skrifað sín ódauðlegu verk. Þarna hafði hann staðið upp og farið inn í fátæklega kompu til að gera við vonda skó. Þarna voru dyrnar og tröppurnar sem hann hafði farið hann hugðist flýja þetta hús og mótsagnir tilveru sinnar. Þarna var byssan sem hann hafði fellt fjandmenn með í stríðinu þó hann væri svarinn óvinnur allra styrjalda. Sjálft lífsvandamál hans stóð skýrt og ljóslifandi fyrir mér í þessu lágreista hvíta landsetri, en það gegndi furðu hve þunga harmsögunar létti af okkur þegar við gengum að hinsta hvílustað hans. Ekkert sá ég í Rússlandi sem hreif mig né gagntók meira en gröf Tolstóis. Þessi helgistaður liggur úr alfara leið inni í skógarþykninu. Mjór götuslóði liggur upp að leiðinu sem ekki annað en upphlaðið ferhyrnt moldargumbl. Þar engin vörður né gestla, nema hvað staðurinn í forsælu nokkurra stórra trjáa. Sonardóttir hans sagði mér þarna á staðinum að Leo Tolstói hefði sjálfur gróðursett þessi foldgnáu tré. Þeir bræður Nikolai og hann höfðu heyrt einhverja þorpskonu segja að gæfa fylgdi hverjum stað þar sem tré var í gróðursett. Þeir höfðu þess vegna hálfvegis í gamni sett niður nokkra sprota. Á efri árum rifjaðist upp fyrir honum þessi fallega spásögn og hann lét strax í ljósi þá ósk að verða grafinn undir trjánum sem hann hafði plantað sjálfur. Þetta var gert að hans vilja
og fyrir einfaldleika sakir fær þessi gröf meir ámann en nokkur önnur í víðri veröld. Lítið ferhyrnt kuml inni í skóginum undir limþaki trjánna, núlla krúks, núlla koróna, engin kross, engin legsteinn né graflitur. Mikilmennið sem leið meiri önn fyrir nafnsitt og frægð en nokkur annar hvílir nafnlaus í gröf sinni rétt eins og ótíndur umrenningur eða óþekktur hermaður. Öllum frjálst að ganga að gröf hans, veigalitli skíðgarðurinn umhverfis legstaðinn er ólokaður. Ekkert að virðing mannkynsins heldur vörð grafarró þessa manns sem enga ró fann í lifanda lífi. Hinir forvitnu þyrpast saman til að skoða glys annarra legstaða en hér vísar einfaldleikinn forvitninni á bug. Vindurinn þýtur eins og hann þylji Guðs orð yfir moldum hins nafnlausa en engin rödd heyrist önnur. Þarna gætu menn átt leið framhjá án þess að gruna annað eða meira en að hér liggi einhver óþekktur rússneskur maður í rússneskri mold. Hvorki grafhýsi Napóleons undir marmarabógum dómdi í Malidi, kista Goethes í Furstengrúft né bautasteinarnir í Westminster Abbey hrífa hugan eins og þessi hljóða nafnlausa gröf í skóginum sem vindurinn hvíslar yfir án þess hún láti sjálft uppi nokkurt orð né boðskap. Ég hafði dvalist hálfan mánuð í Rússlandi án þess að þenslan hið innra hefði slaknað. Ég var eins og í léttri vímu. Hvað var það í rauninni sem hreif tilfinningarnar svona? Ég var þess bráðlega vísari. Það var fólkið og sá öri innileiki sem frá því streymdi. Allir frá fyrsta til síðasta manns voru sannfærðir að þeir ættu aðild að geysi mikilvægum málstað sem varðaði allt mannkynið. Þeir trúðu því statt og stöðugt að þeir yrðu að leggja á sig hvers konar skort og hömlur í þágu æðri köllunar. Gamla vanmetakendin gagnvart Evrópu hafði snúist upp í ofmetnað að vera öllum öðrum fremri. Ex oriente lux, það var heiðarleg og einlæg skoðun þeirra, að frá þeim væri endurlausnarinnar að vænta. Þeir höfðu fundið sannleikann og þeim var léð að fylgja því fram sem hinir létu sig aðeins dreyma Þegar þeir voru að sýna manni smávægilegustu hluti ljómuðu í þeim augun, þetta höfum við búið til. Þetta við klingdi allstaðar. Ökuþórinn sem flutti mann benti með keyrinu á eitthvert nýbyggt hús og brosti breitt. Við höfum byggt þetta. Tartarar og mongólar komu til okkar í lesstofum stúdenta og sýndu okkur stoltir bækur sínar. Darwin, sagði einn. Marx, sagði annar. Báðir álíka hróðugir og þeir hefðu sjálfur skrifað bækurnar. Sífellt þyrptust þeir að okkur til að sýna eitthvað eða útskýra og voru undrað þakkláttir fyrir að einhver var kominn til að skoða þeirra verk. Allir báru ótakmarka traust til Evrópumanna, enda var þetta fyrir daga Stalíns. Þeir horfðu á mann með góðvild og trúnaðartrausti og tóku bróðurlega í hönd manns. En hinn minnsti meðal þeirra sýndi að enda þótt honum væri hlýtt til okkar, það bar hann ekki minnstu virðingu fyrir okkur. Maður var bróðir, tovarits, félagi. Sama máli gegndi rithöfundana. Við komum saman í húsi sem Alexander Herzen hafði átt. Þarna voru ekki aðeins Evrópumenn og Rússar, heldur einnig Tungusar og Kákasíumenn, hvert ríki Sovjetsambandsins hafði sendt fulltrúa á Tolstói-hátíðina. Fæstirst gildu tungumál hinna, en þó gátum við gert okkur skiljanlega. Stundum stóð einhver upp, gekk til mín, nefndi einhverja bók eftir mig og benti á hjartastað eins og til að segja, þá bók þykir mér innilega væntum. Þínast þreif hinn sami í hönd mér og skók hana eins og hann ætlaði að brjóta í henni hvert bein af tómum kærleika. Það snart mann þó enn meir að allir skildu færa manni gjafir. Tímarnir voru ennþá erfiðir, menn áttu ekkert fémætt en allir komið þó með eitthvað til minja, gamla verðlausa koparstungu, bók sem maður var ólæs á eða þjóðlegan tréskurð. Ég átti hægara vik því ég gat endurgoldi gjafirnar með kjörgripum sem ekki höfðu sést árum saman í Rússlandi. Gillett rakblaði, sjálfbleikungi, nokkrum örkum af góðum hvítum skrifpapír eða mjúkum inniskom úr leðri. Ég kom því næsta farangurslítill heim. Þessi þögla en þó öra elskusemi bar mann ofurliði.
Hér mátti skynja meiri og almennari hlýleik en við áttum að venjast, því heimafyrir náðum við aldrei til fólksins. Samvistirnar við þetta fólk urðu hættuleg freisting sem margir erlendir rithöfundar féllu líka fyrir í kynnisferðum sínum til Rússlands. Af því þeim var tekið 2 höndum og sáu að þeir áttu kærleik fjöldans, þá fundu þeir sig knúða til að bera lof á stjórnarfarið í landinu þar sem fólkið las verk þeirra og mat þau. Það ekki nema mannlegt að gjalda gjöf við gjöf. Ég verð að játa að í Rússlandi var ég oft sinnis komin á fremsta hlunn með að taka undir lofsöngin og hrífast með hrifnum. Það að ég lét ekki glepjast af þessum galdri var ekki skapstyrk mínum að þakka fyrst og fremst, heldur ókunnum manni sem ég veit engin deili á og mun aldrei vita. Það var á loknum stúdentafagnaði. Menn þyrtust að mér, föðmuðu mig og þökkuðu mér með handabandi. Mér hlýnaði hjartarætur við hrifningu þeirra og horfði glaður á uppljómuð andlitin. 4 eða 5 fylgdu mér heim, en kventúlkurinn sem mér hafði verið fenginn til fylgdar og var líka stúdent þýddi allt sem sagt var. Þegar ég var búin að halla á eftir mér herbergishurðinni í hótelinu var ég loksins orðin einn, eiginlega fyrsta sinn í 12 daga, því alltaf fekk maður fylgd og fyrirgreiðslu og var sífellt borin á höndum. Ég tók að afklæðast og fór úr frakkanum. Þá heyrði ég eitthvað skrjáf. Ég seildist ofan í vasann. Þar var bréf. Bréf á frönsku sem hafði ekki verið sent í pósti. Þessu bréfi hlaut einhver að hafa laumað í vasa minn meðan á faðmlögunum stóð í mannþrönginni. Þetta var nafnlaust bréf, mjög viturlegt og mannlegt. Bréfritarinn var áreiðanlega ekki hvítliði en þó fullur beiskju út í sívaxandi frelsisgerðingar seinustu ára. Leggið ekki trúnað á allt, sagði þessi ókunni maður, sem yður sagt. Þó yður sé sýnt ýmislegt, þá gleymið ekki að margt yður ekki sýnt. Minnist þess að flestir menn sem þeir talið við segja ekki það sem þeim býr í brjósti, heldur eingöngu það sem þeir mega segja. Það höfð gát á okkur öllum, yður sjálfum ekki síður. Túlkurinn gefur skýrslu hvert orð sem þeir talið. Það hleraði símanniðar og fylgst með hverju fótmáli. Hann tilfærði mér ýmis dæmi og einstök atriði sem ég hafði ekki tök á að sannprófa. En bréfið brendi ég að hans eigin tilvísun. Látið ekki nægja að rífa það. Sneplarnir munu verða hirtir upp úr bréfakörfunni og settir saman. Þá fór ég fyrst að fá eftirþanga. Var það ekki staðreind að þrátt fyrir alla þessa einlægu alúð og þetta dásamlega bróðurþel hafði ég ekki í eitt einasta skipti fengið færi á að tala hispurslaust við neinn undir 4 augu. Vankunnátta mín í málinu hafði varnað mér að komast í nógu nána snertingu við venjulegt fólk. Og einu má ekki gleyma, ég hafði ekki séð nema örlítinn hluta af öllu landflæminu á þessum halva mánuði. Ef ég vildi vera hreinskýlinga hvort sjálfum mér og öðrum, hlaut ég að viðurkenna að þó kynni mín væru hugnæm og uppörvandi að mörgu leyti, gátu þau ekki haft neitt hlutlegt gildi. Þannig atvikaðist það að ég skrifaði ekki nema nokkra greinar förina, þótt flest allir aðrir evrópskir rithöfundar sem sneru heim frá Rússlandi létu verða sitt fyrsta verk að skrifa bók, annarkvort hástemda lofgerð eða hatrama ádeilu. Því strax 3 mánuðum seinna var margt orðið öðruvísi en þegar ég sá það og eftir árið mundu staðreyndirnar hafa verið búnar að ómerkja hvert orð vegna óðfluga breytinga. En allt það hef ég sjaldan skynjað straum tímans eins glöggt og í Rússlandi. Við brottföruna frá Rússlandi voru töskur mínar alltaf því tómar. Ég var búin að útbýta öllu sem ég gat við mig losað, en sjálfur tók ég með mér 2 íkon sem prýddu híbýli mín lengi síðan. En verðmætast alls sem ég hafði með mér heim var vinátta Maxim Gorkís sem ég hitti í fyrsta sinn þarna í Moskvu. Fundum okkar bara aftur saman 1 eða 2 árum seinna í Sorrento, þar sem hann varð að dveljast vegna heilsubrests. Ég var þar gestur hans 3 ógleymanlega daga. Þessar samvistir okkar voru dálítið skringilegar. Gorki kunni ekkert útlent mál og ég fyrir mitt leyti kunni ekki orð í rússnesku. Eftir öllum rökum að dæma hefðum við þá átt að sitja steinþegjandi hvor gegnt öðrum,
aðeins geta ræðst við með því að hafa okkar mætu vinkonu Maríu Bútberg barónessu fyrir túlk. En það var engin tilviljun að Gorki var eitt snjallasti sagnamaður heimsbókmenntanna. Frásögnin var honum ekki aðeins listrænt tjáningarform, hún var útstreymi allrar hans veru. Þegar hann sagði frá, lifði hann og hrærðist í frásögninni og ég gat fylgst með sögunni af svipbrigðum hans þó ég skildi ekki málið. Í sjón var hann einfallega rússneskur, honum verður ekki öðruvísi lýst. Hann var ósköp alvanalegur ásýndum, hávaxinn og holdgrannur, strágulur á hár og kinnbeinastór og hefði vel mátt ímynda sér hann sem bónda að akurvinnu, ökumann eða óræktarlegan flakkara. Hann var rétt eins og fólk flest, frumgerð hins rússneska manns. Maður myndi hafa gengið fram hjá honum á götunni án þess að veita honum athygli og hefði ekki tekið eftir neinu sérstöku í fari hans. Fyrst þegar maður satt gengt honum og hann fór að segja frá, komst maður að raunum hver hann var, því ósjálfrátt varð hann alltaf sú persóna sem hann var að lýsa. Mér enn í minni hvernig hann lýsti gömlum, lúnum, herðalotnum manni sem hann hafði einhvern tímann hitt á ferðum sínum. Ég skildi frásögnina áður en hún var þýdd fyrir mig. Ósjálfrátt seig höfuðið og axlirnar féllu saman, augun sem voru blá á skær þegar hann hóf mál sitt urðu sljó og þreytt og röddin sprök. Hann hafði óavitandi breyst í þennan gamla kroppinn bak. Og þegar hann lýsti einhverju skoplegu hló hann út undir eyru, tók bakföll og ljómaði í framan. Það var ósegjanlega gaman að hlusta á hann þegar hann var að móta og mynda kringum sig landslag og fólk með hreyfingum og látbragði. Í öllu var hann látlaus og eðlilegur, hvort sem hann gekk golf, sat og hlustaði eða gerði að gamni sínu. Eitt kvöldið bjó hann sig eins og bojara, girti sig sverði og varð strax þóttalegur á svipinn. Brúnirnar hnykkluðust valdsmannlega og hann gekk hvatlega golf eins og hann væri að íhuga einhverja strengilega tilskipun, en innan skams tók hann af sér gerfið og hló krakkalega eins og sveitastrákur. Lífsþróttur hans var undraverður. Þó annað lungað væri honum ónýtt, hélt hann áfram að lifa í trássi við öll lögmál læknisfræðinnar, en yfirnáttúrulegur lífsþorsti og ósveigjanleg skyldurækni héldu honum uppréttum. Á hverju morgni jók hann með skýrri og dráttfagurri rithendi nýjum kafla við stóru skáldsöguna sem hann vann að og svaraði hundruðum fyrirspurna frá ungum rithöfundum og verkamönnum í áttökum sínum. Í návist hans var mér sem ég skynjaði Rússland, ekki land bolsjevika, hvorki gamla né nýja Rússland, heldur hina ódauðlegu þjóðarsál þess sem var allt í senn víðfeðm, sterk og dul. Á þessum árum var hann ekki búinn að gera upp við sig hvaða afstöðu taka skildi. Sem gamall byltingarsinni hafði hann viljað feikt hið gamla þjóðskipulag og verið í persónulegu vinfengi við Lenín, en enn sem komið var hikaði hann við að ánýtjast flokknum alveg, gerast prestur eða páfi eins og hann komst að orði, og þó hafði hann samviskubit af því að vera fjarri löndum sínum þegar vikulega þurfti að ráða fram úr einhverjum vandamálum. Ég varð af tilviljun sjónarvottur að atviki sem var einkennandi fyrir hið nýja Rússland og færði mér heim sannin hvað hann var tvískiptur. Í fyrsta sinn tók rússneskt herskip á æfingarför land í Napoli. Ungu sjóleiðarnir sem aldrei höfðu komið til Vesturlanda spókuðu sig á Via Toledo í fallegum einkennisbúningum og ætluðu aldrei að horfa sig fullsatta á alla þá nýlundu sem bar fyrir galopin og forvitin heimalningsaugu þeirra. Daginn eftir tóku nokkrir sig saman að fara yfir til Sorrento að heimsækja skáldið sitt. Þeir gerðu ekki boð á undan sér. Samkvæmt rússnesku bræðralagshugmyndinni fannst þeim sjálfsagt að skáldið þeirra hefði hvenær sem var tíma til að sinna þeim. Þeir voru allt í einu komnir og höfðu getið sér rétt til. Gorki lét ekki á sér standa og bauð þeim til stofu. Hann sagði sjálfur hlæjandi frá því daginn eftir að þessi ungmenni sem settu málstaðinn ofar öllu hefðu fyrst í stað verið all óvægnir við sig. Hvers konar lífi lifir þú hér, var þeim að orði strax og þeir stigu inn fyrir dyr þessa fallega og þægilega einbýlishús. Þú lifir bara eins og burgeis.
Hvernig stendur eiginlega á því að þú kemur ekki aftur til Rússlands? Gorki varð að útlista það fyrir þeim eins skilmerkilega og honum var unnt. En í rauninni voru þessir prýðispiltar ekki eins strangir og þeir létu. Kannski höfðu þeir aðeins vilja sína að þeir bæru enga virðingu fyrir honum og vildu byrja á því að kanna hugarþel hans. Þeir voru hinnir hispurslausustu, fengur sér sæti, drukku te og mösuðu en föðmuðu hans og loks að skilnaði. Það var unun að heyra Gorki segja frá þessu. Hann var stór hrifinn af því hvað þessi nýja kynslóð var frjálsmannleg og ekki vitund særður yfir framhleypni piltana. Hann endurtók hvað eftir annað. Mikið var okkur ólíkt farið. Annarkvort vorum við auðmjúkir eða hortugir en aldrei öruggir sjálf okkur. Allt kvöldið ljómuðu í honum augun. Og þegar ég sagði við hann, ég býst við að þér hefðu helst viljað sigla heim með þeim, þá varð hann forviða og leit hvasst á mig. Hvernig vitið þér það? Þér eigið kollgátuna, þangað til rétt í þessu var ég að íhuga hvort ég hefði ekki átt að hlaupa frá öllu, bókum, blöðum og vinnu og sigla út í bláin svo sem hálfan mánuð með þessum ungu strákum. Þá hefði rifjast upp fyrir mér hvað Rússland er. Í fjarverunni gleymist manni það besta. Í útlegð hefur enginn okkar gert neitt sem er vert. En Gorki skeikaði þegar hann kallaði Sorrento vistina útlegð. Hann gat snúið heim hvenær sem var, en það kom þar að hann hvarf heim. Rit hans höfðu ekki verið bannfærð og hann sjálfur gerður landrækur eins og Merikovski, sem var sorglega bitur þegar ég hitti hann í París, eða eins og við núna, þessir sem eigum samkvæmt orðum Grillpartsers tvenn útlönd en enga ættjörð og hrekjumst hælislausir fyrir veðurum með tungumála láni. Hins vegar heimsótti ég í Napoli nokkrum dögum seinna sérkennilegan mann sem var raunverulegur útlægi. Það var Benedetto Croce. Í áratugi hafði hann verið andlegur leiðtogi æskulýðsins og komist til æðstu mannvirðinga í landi sínu, verið þingmaður og ráðherra þangað til hann komst á öndverðan meið við Mussolini vegna andstöðu sinnar gegn fasismannum. Hann sagði lausum embættum sínum og dró sig í hlé, en það nægði ekki hinum óvægnu andstæðingum. Þeir vildu brjóta niður viðnám hans og refsa honum ef ekkert annað dygði. Stúdentar sem skipa nú víðast árásarsveitir afturhaldsins öfugtu það sem áður var, réðust að húsi hans og brutu rúður. En þó þessi lági, þybbni, greindarlegi maður með hökutoppin myndi í sjón á magraðan smáborgara, þá lét hann ekki skjóta sér skelk í bringu. Hann flýði ekki land, hann bjóst í húsi sínu bak við virkismúr bóka sinna, þó hann var í falaður til starfa við háskóla í Ameríku og víðar erlendis. Hann hélt út tímariti sínu Kritika í sama anda og áður og gaf út bækur sínar sem fyrr. Álit hans mátti sín svo mikils að ritskoðunin sem þyrmdi annars engum sniðgekk hann að skipun Mussolinis þó öllum lærisveinum hans og skoðanabræðurum væri rutt úr vegi. Það kostaði Ítala og jafnvel útlending meir en miðlungskjark að heimsækja hann því stjórnarvöldin vissu að í virkisborg sinni, íbúðinni sem var yfirfull af bókum, talaði hann eins og honum bjó í brjósti. Þannig lifði hann í luktu og loftþéttu rými í eins konar glerhylki mitt á meðal 40 milljóna samlanda sinna. Þessi einangrun eins manns í milljónaborg og milljónalandi fannst mér ekki aldæla og þó leið mikilfengleg. Ég skildi ekki þá að þetta var talsvert mildara form andlegrar aftöku en við urðum fyrir og gat ekki stillt mig að dást að því hvað hann var hress í anda og óbugaður af daglegri baráttu þó komin væri á efra aldur. Hann bara hló. Það er einmitt andstæðan sem heldur manni ungum. Ef ég hefði haldið áfram að sitja á þingi þá hefði ég átt ofnáðuga daga og væri orðin latur og ósamkvæmur sjálfum mér. Ekkert er andans mönnum skaðsamlegra en ónóg andstæða. Nú þegar ég stend einn og hef ekki lengur æskulýðin í kringum mig er ég neyddur til að kasta ellibelgnum. En það liðu mörg ár þangað til ég skildi að mannraunir auka manni ásmegin, ofsóknir og einangrun eru stælandi ef maðurinn lætur ekki bugast. Eins og allt sem máli skiptir í lífinu
verður þess konar þekking aldrei numin af annara reynslu, heldur ævinlega af því sem drífur á eigin daga. Hlédrægni mín gagnvart stjórnmálamönnum er ástæða þess að ég hef aldrei hitt Mussolini, voldugasta mann Ítalíu. Jafnvel í ætlandi mínu, smáríkinu Austurríki, vann ég það afrek að hitta aldrei neitt stjórnmálaleiðtoga, hvorki Seipel, Dollfuss né Sjursnik. Frá sameiginlegum vinum okkar vissi ég að Mussolini var eitt fyrsti og besti lesandi minn á Ítalíu og það gat virst skylda mín að þakka honum fyrir hvað hann varð greiðlega við einu bóninni sem ég hef borið upp við nokkuð stjórnmálamann. Tildrögin voru þessi. Dag nokkur fékk ég hraðbréf frá einum vini mínum í París þess efnis að ítölsk kona vilji hafa tala af mér í Salzburg varðandi áreiðandi málefni og bað hann mig að taka á móti henni strax. Hún kom daginn eftir og hafði átakanlega sögu að segja mér. Eiginmaður hennar var mikilhæfur læknir af fátæku fólki og hafði verið kostaður til mennta af Matteotti. Dýrslegt morð fasista á þessum leiðtoga jafnaðarmanna hafði vakið feikna gremju og var það í síðasta sinn sem samviska heimsins rumskaði við einstakt illvirki. Reiðialda fór alla Evrópu. Þessi tryggða vinur hins myrta var eitt þeirra 6 hugbrúðu manna sem réðust í að bera kistu hans stræti Rómar í augsýn allra, en skömmu seinna flýði hann land eftir að hafa sætt ógnunum og einangrun. En hann hafði engan frið í sínum beinum út af afdrifum fjölskyldu Matteottis og í þakklætisskyni við velgerðamann sinn hugðist hann smygla börnum hans út úr Ítalíu. Við þessa tilraunir lenti hann í klóm njósnara eða flugumanna og var handtekinn. Af því Ítölum var mein illa við að rifja upp Matteotti-málið mátti teljast ólíklegt að málarekstur út af þessu fengi illan enda fyrir hann, en sækjandinn var svo slóttugur að flækja hann í önnur málaferli sem risin voru samtímis af fyrirhuguðu sprengjutilræði við Mussolini. Og þó læknirinn hefði verið sæmdur æðstu heiðursmerkjum í stríðinu var hann dæmdur í 10 ára þrælkunarvinnu. Unga konan vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Eitthvað yrði til bragðs að taka því maður hennar myndi aldrei lifa fangavistina af. Nú yrði að fá alla frægustu rithöfunda Evrópu til að sameinast skelegg mótmæli og hún bað mig að ljá sér fulltingi til þess. Ég réð henni undir eins frá því að reyna mótmælaleiðina. Ég vissi hversu út í askaðar allar slíkar yfirlýsingar voru orðnar eftir stríðið. Ég reyndi að gera henni ljóst að vegna þjóðarstolts fylgdi ekkert land erlenda íhlutun réttarfar sitt og mótmæli Evrópumanna út af Satcho og Vanzetti málinu í Ameríku hefðu gert meira tjón en gagn. Ég bað hana eindregið að hafast ekkert að í þessa átt. Það myndi eingöngu gera illt verra fyrir mann hennar því aldrei myndi Mussolini, þó hann væri allur að vilja gerður, gefa fyrirskipun að milda dóminn ef reynt yrði að beita hann utan að komandi þvingun. En ég komst innilega við og lofaði að leggja mig allan fram. Nú bæri svo vel í veiði að ég væri á förum til Ítalíu og þar ætti ég vel viljaða vini í áhrifastöðum. Ef til vill gætu þeir gert eitthvað fyrir hann í kyrrþey. Ég gerði tilraun strax á fyrsta degi, en ég sá hvernig óttinn hafði grafið sig í hugum manna. Þeir fóru hjá sér strax og ég nefndi nafnið. Nei, þar höfðu þeir engin áhrif. Það kom ekki til mála. Þannig gekk ég fyrir hvers manns dyr. Ég sneri sneyptur tilbaka því þessi ólánsama kona gat haldið að ég hefði ekki gert allt sem í mínu valdi stóð. Það hafði ég ekki heldur gert. Eitt úrræði var eftir að snúa sér beint til mannsins sem hafði úrslita valdið í sínum höndum, skrifa sjálfum Mussolini. Og það gerði ég. Ég skrifaði honum bréf í fullri hreinskilni. Ég sagðist ekki vilja hefja mál mitt með neinum fagurgala og vildi geta þess strax í byrjun að hvorki þekkti ég mannin né vissi hver stór yfirsjón hans væri. En ég hefði séð konu hans sem væri tvímælalaust saklaus og á henni myndi öll byrði refsingarinnar lenda ef maðurinn sæti í fangelsi öll þessi ár. Ég kvaðst engan veginn vilja gagnrýna dómsúrskurðinn en ég gæti hugsað mér að það myndi bjarga lífi konunnar ef maðurinn væri í stað fangelsis sendur til einhverjar af fangaeyjunum
þar sem kona hans og börn getur dvalist hjá honum í útlegðinni. Ég tók bréfið, lagði það í venjulegan póstkassa í Salzburg og skrifaði utan á það nafn hans hágöfgi Benito Mussolinis. 4 dögum seinna skrifaði ítalska sendiráðið í Vín, flutti mér þakkir frá hans hágöfgi og þau skilaboð að hann hefði orðið við bón minni og einnig séð til þess að refsivistin yrði stytt. Samtímis barst símskeyti frá Ítalíu sem staðfesti að umbeðinn tilflutningur hefði verið framkvæmdur. Með einum pennadrætti hafði Mussolini uppfyllt bón mína persónulega og sú varð raunin á að manninum voru brátt gefnar upp sakir. Ekkert bréf hefur á ævinni veitt mér annan eins fögnuð og ánægju og ef mér einstakur bókmenntasigur öðrum hugstaðari þá það þessi. Það var líka ánægjulegt að ferðast þessi síðustu ár sem allt var með kyrrum kjörum. En það var líka dásamlegt að koma heim. Svo lítið bara á gerðist dálítið merkilegt. Salzburg sem var smábær með 40.000 íbúa og ég hafði valið mér að samastað beinirins vegna þess hvað hann var rómantískur og afskektur, hafði tekið furðulegum stakkaskiptum. Að sumrinu var þann orðin listræn höfuðborg, ekki aðeins Evrópu heldur alls heimsins. Á erfiðustu árunum eftir stríðið höfðu Max Reinhardt og Hugo von Hofmannsthal efnt til nokkura sýninga þar til að hjálpa bágstöddum leikurum og tónlistarmönnum sem voru atvinnulausir að sumrinu. Frægust þeirra varð útisýning leiksins Jetermann á Dómtorgi sem dró að sér áhorfendur úr næsta nágrenni. Seinna var farið að reyna óperusýningar sem tókust alltaf betur og betur. Smám saman tóku þessir leikar að vekja eftirtækt heimsins. Bestu hljómsveitarstjórar, söngvarar og leikarar fóru þangað unnvörpum, fegnir þessu tækifæri að leika listir sínar, ekki aðeins fyrir lítinn hóp heimamanna heldur alþjóðlegan áhorfendaskara. Hátíðaleikarnir í Salzburg urðu heimsviðburður, nokkurs konar nútíma ólympíuleikar listana, þar sem allar þjóðir kepptust að koma sínum bestu afrekum á framfæri. Enginn vildi verða af þessum ágætu sýningum. Konungar og furstar, amerískir milljónamæringar og kvikmyndadísir, tónlistarunnendur, skáld og snoppar áttu stefnumót í Salzburg þessi síðustu ár mín þar. Hvergi í Evrópu var á einum og sama stað völ á jafn ágætri leiklist og tónlist og í þessum smábæ í hinu litla og lítilsvirta Austurríki. Salzburg rann upp eins og fífill í túni. Á götum bæjarins mætti maður á sumrin öllu því fólki evrópsku og amerísku sem sóttist eftir fullkomnum listflutningi. Það var klætt þjóðbúningi Salzburg héras, karlmenn í hvítum línbuxum og treyjum en konur í litskrúðugum dyrndlkjólum. Þessi dvergbær Salzburg var allt í einu farin að stjórna heimstískunni. Í hótelunum var slegist herbergin og þegar bílalestin ók upp að hátíðaleikhúsinu var ekki minna dýrðir en við keisaralega hirdansleiki áður fyrr. Brautarstöðin var full af fólki. Aðrar borgir reyndu að veita til sín þessu gullflóði en engri tókst það. Salzburg var mekka allra evrópskra listunnenda þennan áratug. Allt í einu var ég stattur í hjarta Evrópu þó ég var í kyrr í minni heimaborg. Enn höfðu örlögin orðið við einni ósk minni sem ég hafði tæplega þorað að bera upp í huganum. Húsið mitt á Hettumungafjalli var orðið evrópskt hús. Hvern geti ég nefnt sem ekki bar þar að garði? Það var í öruggara að kalla gestabókina okkar til vitnis það en minnið eitt, en hún féll í hendur nasista eins og húsið og svo fjölmargt annað. Ótaldir voru þeir sem áttu þar með okkur hugljúfar samverustundir þegar við horfðum af garðhjallanum yfir fagurt og friðsalt landslagið umhverfis án þess að hafa grunum að beint andspænis okkur á fjallinu við Berchtesgaden satt sá maður sem átti eftir að spilla öllu þessu. Romain Rolland og Thomas Mann bjuggu hjá okkur og meðal annara aufúsugesta okkar úr hópi rithöfunda voru H.G. Wells, Hofmannsthal, Jakob Wassermann, Van Loon, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane Addams, Slalom Asch og Arthur Schnitzler. Meðal tónlistarmanna Ravel og Richard Strauss, Alban Berg, Bruno Walter og Bartók,
auk fjölmargra málara, leikara og menntamanna úr öllum áttum. Hvert sumar bar okkur að höndum glaðar og góðar stundir andríkra viðræna. Dag nokkur lagði Arturo Toscanini á brekkuna og á augabragði tókst með okkur vinátta sem varð til að ég lærði að unna tónlist og njóta hennar af meira skilningi en nokkur sinni fyrr. Árum saman var ég heimagangur hjá honum á æfingum og var þrásinnis þáttakandi í þeirri ástríðufullu baráttu sem hann háði til að knýja fram fullkomleikan slær mann töfrum á hljómleikum hans, en virðist þó jafnframt sjálfsagður hlutur. Ég reyndi einu sinni í ritgerð að lýsa þessum æfingum sem gæti orðið hverjum listamanni hvatning að slaka ekki á kröfum fyrir en alger fullkomnun hefur náðst. Ég vekk dásamlega staðfestingu á orðum Shakespeares að tónlistin sé næring sálarinnar og meðan ég sá listirnar þreyta sinn leik, blessaði ég forsjónina fyrir að hún skildi hafa veitt mér varanleg tengsl við þær í starfi mínu. Þessir sumardagar, þegar listin og náttúrufegurðin vörpuðu ljóma hvor á aðra, voru bæði auðugir og litríkir og ég lít til baka og minnist borgarinnar eins og hún var í stríðslokin, niðurnýtt, grá og drungaleg og hússins okkar þar sem við vorum gegnköld að berjast við húslekan. Þá finn ég fyrst hvað þessi blessuð friðarár voru mér í lífinu. Manni leyfðist að trúa á veröldina og mannkynið að nýju. Margir kærkomnir og frægir gestir sóttu okkur heim þessi ár, en á einvörustundum hafði ég einnig mig hirð liðina snillinga, því mér hafði smám saman tekist að særa fram svipi þeirra og spor. Í rithandasafninu sem fyrr getur voru samankomnir í handritum mestu meistarar allra tíma. Ég hóf söfnunina 15 ára gamall viðvaningur, en með árunum óx mér reynsla, fjárráð mín urðu meiri, en einkum ágerðist ástríðan. Þannig breyttist safnið úr sundurlausum samtíningi í lífræna heild, ég held segja megi sannkallað listaverk. Í fyrstu sóttist ég eins og byrjendum títt, einkum eftir að ná saman nöfnum, fyrst og fremst nöfnum frægra manna, síðan fór ég vegna sálfræðilegrar hnýstni að gefa mig eingöngu við því að safna handritum, einkum frumdrögum eða brotum sem veittu mér innsýn í vinnubrögð einhvers meistara sem ég mat mikils. Dýpst og torraðust af öllum ráðgátum heimsins leyndardómur sköpunarinnar. Í þeim efnum líður náttúran engum að liggja á hleri. Aldrei verður ljóstrað upp hvernig jörð var sköpuð, né hvernig smáblóm, kvæði eða mannsbarn verður til. Þar dregur hún hulu fyrir án allrar miskunnar og tillátsemi. Jafnvel skáldið eða tónsmiðurinn geta ekki skýrt eftir á hvað gerðist þegar andinn kom yfir þá. Þegar þið skapaða verk einu sinni fullmótað, veit listamaðurinn ekkert framar uppruna þess, hvernig það óx eða var til. Hann getur sjaldnast eða aldrei gert grein fyrir þeirri hugljómun sem var skilyrði þess að orðin runnu saman í erindi eða einstakir tónar í lag hljómar síðan aldir fram. Það eina sem getur gefið óljóst hugboð hinn óskiljanlegu ferli listrænnar sköpunar eru handskrifuð blöð og þá einkanlega þau sem eru útkrotuð leiðréttingum og ekki ætluð til prentunar. Úr þessum hálfköruðu frumdrögum kristallast smám saman fullnaðar form verksins. Á öðru og þroskaðra stigi handritasöfnunarinnar gerði ég mér far að ná saman þess konar risblöðum allra mikilla skálda, heimspekinga og tónsnillinga sem báru vitni fangbrögð þeirra við efnið. Ég hafði yndi af að smala þeim saman á uppboðum og taldi ekki eftir mér neina fyrirhöfn við að spyrja þau uppi á afveiknustu stöðum. Jafnframt var þetta nokkurs konar vísindagrein því smám saman kom í mér upp öðru safni samhliða handritasafninu. Þar voru allar bækur sem skrifaðar höfðu verið handritasöfnun, allar bókaskrár sem prentaðar hafa verið yfir 4.000 talsins. Þetta handbókasafn átti ekki sinn líka. Á þessu sviði átti ég engan keppinaut, því jafnvel fornritasalar gátu ekki helga sérgrein sinni eins mikinn tíma og alúð. Mér óhætt að segja að eftir 40 ára söfnunarstarf var ég orðinn manna sérfróðastur handrit, en það meira en ég get sagt sjálfa mig varandi bókmenntir eða nokkurt annað þekkingarsvið.
Ég vissi hvert blað sem málið skipti, hvar það var niður komið og í hvers eigu og hvernig það var komið í hendur eigandans. Ég var raunverulegur kunnáttumaður sem gat séð í einum svip hvort handrit var ófalsað eða ekki og hafði meiri reynslu í að meta þau til verðs en flestir sem höfðu slíkt að atvinnu. Smám saman fór söfnunar ástríða mín að færa sig upp á skaftið. Mér var ekki nóg að eiga einungis yfirlitssafn handrita að bókmenntum og tónmenntum heimsins sem væri skuggsjá ótal sköpunaraðferða. Það eitt freistaði mín ekki lengur að auka við safnið. Síðustu 10 söfnunarárin stemdi ég að enn meiri fágun og fullkomnun. Framan af lét ég mér næja handskrifið blöð sem brugðu upp svipmynd skálds eða tónskálds að skapandi starfi, en þegar fráleið fór ég að kosta kapps að sýna hvern og einn eins og hann var á mestu heillastundum listrænnar sköpunar, þegar honum tókst best upp. Ef skáld var að ræða, sóttist ég ekki eftir að eignast handrit að einhverju kvæða hans, heldur einu hinna fegurstu, helst einhverju þeirra kvæða sem hefja för sína inn í ódauðleikan, strax og andagiftin tekur á sig jarðneskt gervi. Ég gerðist svo djarfur að ætlast til þess af hinum ódauðlegu meisturum að þessir handskrifuðu helgidómar miðluðu mér einmitt því sem hafði gert þá sjálfa ódauðlega fyrir heiminn. Þannig var safnið alltaf í sífelldri endurnýjun, hvert blað sem ekki stóðst ströngustu kröfur mínar var numið brott, selt eða látið í skiptum, óðar en mér tókst að hafa upp á öðru sem var merkilegra eða einkenndi höfundin betur, eða bar, ef svo mætti segja, í sér meira af eilífðinni. Og þó undrum sætti tókst mér það oft á einatt, því auk mín voru þeir sára fáir sem söfnuðu verðmætustu handritum af sambærilegri kunnáttu og eljusemi eða höfðu aðra eins þekkingu til brunns að bera. Kom því þar að lokum að ég átti, fyrst aðeins í blaðamöppu, en að lokum fullan eldtraustan kassa af frumritum heilla verka eða kafla úr verkum, ein hinn varanlegustu gögn listsköpun mannsandans. Safnið nú löngu komið á tvist og bast og nú síðan ég neyddist til að vera á hrakhólum hef ég ekki handbæra skrá það og get ég aðeins talið upp á handahófi nokkra af þessum vitnisburðum hold tekju mannlegra snilli á ódauðleika stund. Þarna var blað úr vinnubók Leonardos, það voru skýringar við uppdrætti ritaðar með spegilskrift, dagskipun Napóleons til hermanna hans við Rivoli, hripuð á 4 síður með illæsilegri rithendi, heil skáldsaga eftir Balzac í próförkum og var hver síða orrustuvöllur ótal leiðréttinga og sýndi hamrum átök hans betur en orð fá lýst. Til allrar hamingju tókst mér að koma undan ljósprentuðu eintaki handa bandarískum háskóla. Þarna var Geburt der Tragödie eftir Nietzsche í óþekktri frumgerð sem hann skrifaði fyrir vildarkonu sína Cosimo Wagner, löngu áður en verkið kom út. Kantata eftir Bach, aria Alcestis eftir Gluck og önnur aria eftir Händel, en annars nótnahandrit hans öllum öðrum fágætari. Alltaf leitaði ég þess sem einkenndi höfundin best og tókst oftast nær að hafa upp á því. Þar má nefna flökkumannaljóð Brahms, Bauds söng Chopin, hið ódöglega sönglag Schuberts til tónlistarinnar og eftir Haydn eignaðist ég hvorki meira en minna en Gott helte úr Keisarakvartettinum. Þegar best tókst til heppnaðist jafnvel að skapa úr þessum einstæðu verkum heildarmynd af hinum skapandi listamanni. Eftir Mozart átti ég til dæmis viðvæningslegt blað frá því hann var 11 ára gamall og af ljóðalögunum Fjóluna við texta Goethes. Úr danstónlist hans átti ég menuettana sem samtir upp úr Non più andrai úr brúðkaupi Fígaros og úr óperunni sjálfri Ariu Cherubínos. Í annan stað átti ég hinn bersöglu en heillandi bréf hans til frænku sinnar Bestle sem aldrei hafa verið gefin út óstýtt. Þar að auki einn óheflaðan kanón og loks blað sem hann skrifaði rétt áður en hann dó. Það var aria úr Títusi. Álíka alhliða mynd brá safnið upp af lífi Goethes. Á elsta blaðinu var þýðing úr latínu sem hann gerði 9 ára gamall, en á hinu síðasta var kvæði sem hann orti á 80. og öðru aldursári, skömmu áður en hann lést,
Og þar í milli var blað eitt mikið úr öndvegisverki hans, Fást, 2 skrifaðar síður í arkarbroti, ennfremur handrit náttúruvísindi, fjölmörg kvæði og auk þess teikningar frá ýmsum æviskeiðum. Þessi 15 blöð veittu góða yfirsýn yfir ævi Goethes. Ekki tókst mér að bregða upp slíkri yfirlitsmynd af lífi Beethovens, þess listamanns sem ég mat öllum öðrum meir. Einn auðugasti maður Svisslands sem átti frábært Beethovensafn var þar keppinutur minn og yfirbjóðandi. Líkt og forleggjari minn, professor Kippenberg, keppti við mig handrit Goethes. Ég komst yfir minnisbók hans, ljóðlagið Kossin og brot úr tónlistinni við Egmont. Þó var mestum vert að mér tókst að ná svipmynd frá mestu örlagastund ævi hans, fyllri og raunsannari en nokkurt annað safn veraldar gat státað af. Fyrir einstakt happ komst ég yfir alla húsmuni hans sem varðveittir voru. Þeir hafðu verið seldir á uppboði að honum látnum og var kaupandinn Brauning hirðráð. Merkast var skrifborði stóra þar sem hann hafði fólgnar myndir af konunum 2 sem hann elskaði, greifafrúnum Giulietta Guicciardi og Erdödi og ennfremur peningaskrínið sem stóð við rúmstokkin hans til seinustu stundar, litla skrifpúltið sem hann skrifaði við í körinni síðustu tónsmíðar sínar og bréf. Hvítur lokkur skorinn var úr hári hans í banalegunni, útfararbóðsbréfið, minnisblað þvott skrifað með skjálfandi hendi, skráin innanstokksmunina vegna uppboðsins, skuldbendingarbréf vina hans í Vín að styrkja Sali, bústýru hans, þá var orðin öregi og einstæðingur. Nú tilviljunin alltaf hliðhóll sönnum safnara, svo skömmu eftir að mér höfðu áskotnast munir þessir úr herberginu þar sem hann dó, gafst mér kostur á að eignast teikningarnar 3 frá dánarbeði hans. Af frásögnum samtíðarmanna var kunnugt að ungur málari, vinur Schuberts, Jósef Telsier, hafði þann 20. og 7. nóvember, þegar Beethoven var að skilja við, reynt að teikna af honum mynd, en verið rekin á dyr af Brauning hirðráði sem fannst þetta smánarlegt athæfi. Í 100 ár voru teikningarnar týndar þar til nokkra tiltir af rissbókum þessa föndrara voru seldar gjafverði á smá uppboði í brunn. Þar fundust allt í einu þessir uppdrættir. Og þar sem ein hendingin býður jafnan annari heim, þá hringdi fornritasali til mín einn daginn og spurði hvort ég hefði hug á að eignast frumteikninguna af Beethoven á dánarbeði. Ég svaraði því til að það ætti ég sjálfur, en þá kom á daginn að blaðið sem mér bauðst var frummyndin að hinu fræga steinprenti Danhausers af þessum atburði. Þannig hafði ég náð saman á eitt stað öllum sýnilegum minjum hið ógleymanlega skapadægur Beethovens. Að sjálfsögðu leiti ég aldrei á mig sem eiganda þessara gripa, heldur aðeins vörslumann þeirra stundarsakir. Ég lét ekki stjórnast af ágirnd, því það sem laðaði mig var ekki vitundin að þessir munir væru mín einkaeign, heldur gleðin yfir því að ná þeim saman og koma listrænu sniði á safnið. Mér var það ljóst að með þessari söfnun hafði ég skapað eitthvað sem átti skilið lengri lífdaga en mín eigin verk. Þráttur í fjölda tilboða færðist ég undan að semja skrá það, en það var verkið í deiglunni. Mig vanhagaði enn mörg nöfn og merkiskripi. Að vandlega íhuguðu máli hafði ég afráðið að eftir minn dag skildi þetta einstæða safn afhent einhverju stofnun sem vildi gangast undir þau skilyrði ég setti að árlega yrði varið tiltekinni fjárhæð til að fullkomna safnið á þann hátt sem fyrir mér vakti. Með því móti myndi það ekki staðna í neinni endanlegri mynd, heldur verða lifandi meiður sem í áratugi eftir minn dag héldi áfram að vaksa eða þróast til enn meiri fullkomnunar. En vorri hrjáðu kynslóð fyrirmunað að gera nokkra ráðstafanir fram í tíman. Þegar Hitler kom til skjalanna og ég yfirgaf hús mitt, var söfnunargleði mín horfin ásamt vissunni að geta varðveitt nokkuð til langframa. Enn sinn geymdi ég samt nokkuð hluta safnsins í öryggishólfum og sumt í vörslum vina minna. Ég myndist nú þeirra orða Goethes að söfn og vopnabúr sem ekki eru aukin og endurnýjuð hljóta að verða að steingervingum og réð því að láta safnið af hendi úr því að ég gat ekki lagt við það sömu rækt og áður.
Sumt gaf ég að skilnaði Landsbókasafninu í Vínarborg, einkum þá gripi sem ég hafði þegið að gjöf frá vinum mínum, sumt seldi ég og hvað hitt varð eða verður læti ég mér í léttu rúmi liggja. Gleði mín var því háð að skapa, ekki hinnu sem full skapað var. Ef við, hinnir ofsóttu landflóttamenn, þurfum að leggja stund á einhverja nýja list á þessum tímum sem fjandskapast við list og söfnun, þá var það svo að segja skilið við allt sem við helguðum eitt sinn metnað okkar og kærleika. Þannig liðu árin við annir og ferðalög, nám, bóklestur, söfnun og lífsnautnir. Einn nóvember morgun 1931 vaknaði ég við að ég var orðinn 50. Þetta var strangur dagur fyrir blessaðan hvítherða bréfberan minn í Salzburg. Í Þýskalandi var það orðin hefð að minnast rithöfunda rækilega í blöðunum á 50-afmælinu og gamli maðurinn bar álitlega byrði af bréfum og skeytum upp snarbrött þrepin. Áður en ég reif þau upp og las, dokaði ég við og hugleiddi hvað þessi dagur táknaði. 50. aldursárið markar tímamót í lífinu, menn líta öxl með ugg, íhuga hve langan spöl þeir eigi ófarin og spyrja í hljóði hvort nú muni ekki fara að halla undan fæti. Mér varð hugsað til liðinnar ævi. Eins og ég rendi augum frá húsi mínu yfir fjallgarðinn og hlíðadraugin, þannig horfði ég tilbaka yfir þessi 50 ár og hlaut að viðurkenna að það gengi glæpi næst ef ég væri ekki þakklátur. Mér hafði gefist óendanlega miklu meira en ég bjóst við eða gat vænst. Skáldskapurinn, sú listgrein ég kaus mér sem tjáningarform og þroskaleið, hafði fleytt mér miklu lengra áleiðis en mig hafði órað fyrir í djörfustu æskudrömmum mínum. Þarna lá afmælisgjöfin frá Insel forlagi, það var skrá bækur mínar og útgáfur þeirra á öllum tungumálum. Þetta var heil bók og ekkert tungumál vantaði, hvorki búlgörsku, finnsku, portugalsku, armensku, kínversku né maratti. Orð mín og hugsanir hafðu borist út meðal fólks á blindraletri, hraðrituð og með hvers konar kynja stafrófi. Tilvist mín náði langt út fyrir öll persónuleg takmörk. Ég hafði eignast að engavinum marga bestu menn samtíðarinnar og notið glæstustu listsýninga sem völ var á. Mér hafði auðnast að sjá eilífar borgir, ódauðleg listaverk og fegurstu héruð jarðar. Ég hafði verið frjáls, óháður embættum og atvinnu, starfið hafði verið mér gleði og það sem meira var orðið öðrum gleðigjafi. Hvað gat þá verið illt í vændum? Þarna voru bækur mínar. Gat nokkur tortímt þeim? Svona var ég grandalaus á þessari stundu. Hér var húsið mitt, gat nokkur hrakið mig þaðan? Þarna voru vinir mínir, var nokkur hætta á að ég misti þá? Ég bar ekki kvíðboga fyrir sjúkleik og dauða og í huga mínum djarfaði ekki heldur fyrir neinu því sem átti fyrir mér að liggja, að verða heimilislaus, ofsóttur, lagður í einelti land úr landi og yfir úthöf. Ekki grunaði mig að bækur mínar yrðu brenndar og bannfærðar, nafn mitt sett á steklur eins og ég væri óbótamaður og að þeir vinir mínir sem sendu mér bréfin og heillaskeytin lágu á borðinu fyrir framan mig myndu blikna ef þeir mættu mér á förnum vegi. Árangur af þrotlausu starfi mínu í 30 eða 40 ár yrði máður út með öllu, að líf mitt, allt mér sjálfum virti standa á svo traustum grunni, hryndi í rústir og að ég sem var farin að nálgast hátindin yrði að byrja nýtt líf þegar mér var farið að förlast þrek til líkama og sálar. Þetta var sannarlega ekki dagur til að leyfa sér neina fjarstæðukennda höfuð óra. Ég mátti vel við unna. Ég undi starfi mínu vel og unnið þess vegna lífinu. Ég var óhulltur fyrir áhyggjum. Jafnvel þótt ég skrifaði ekki línu framar myndu bækur mínar sjá mér farborða. Ég virtist að hafa náð hverju takmarki og öruggu taumhaldi á örlögunum. Af eigin ramleik hafði ég áunnið mér það öryggi sem ég naut áður fyrr í foreldrahúsum en glataði á styrjaldarárunum. Hvers gat ég óskað framar? En þó kynlegt sé, þá olli það mér duldu óyndi að ég skildi enga ósk eiga á þessari stundu. Einhver innri rödd sem var ekki mín eigin spurði, væri í rauninni æskilegt að líf þitt liði áfram svona látautt og reglubundið, í sömu velmugun og hóglífi
án nýrra átaka og erfiðleika? Er þetta sældar líf og algera öryggi ekki í rauninni framandi þínu innsta eðli? Ég gekk húsið í þungum þöngum. Það hafði príkkað með árunum og var alveg eftir mínu eigin höfði. En hvað það? Átti ég að búa hér alla framtíð, sitja við sama skrifborðið og skrifa bækur, eina bókina eftir aðra og síðan taka við ritlaunum á ritlaun ofan, verða smátt og smátt virðulegur dánumaður sem yrði að gæta nafns síns og sóma og forðast tilviljanir, ævintýri og áhættu? Átti ég að halda áfram að ganga þessa beinu og sléttu braut til 60 eða 70? Væri mér ekki betra að eitthvað annað tæki við, eitthvað nýtt sem hleypti ólgu í blóðið, yngdi mig upp og eggjaði til nýrrar og tvísýnni baráttu? Í sálarlífi hvers listamanns býr dularfull tvískinnungur. Ef hann verður að lifa hrakningasömu lífi þráir hann ró, en veitist honum ró þráir hann hættuspilið á nýjan leik. Á 50. afmælistegi mínum átti ég þannig var gætt aðeins eina smánarlega ósk, að eitthvað kæmi fyrir sem hrífið mig burt úr þessum tryggu sældarkjörum og geti knúið mig til að taka upp nýjan þráð í stað þess að halda áfram á sömu braut. Var þetta ótti við að verða gamall, þreyttur og værger? Eða var dularfullt hugboð valdandi því að ég óskaði eftir nýju og ómildara lífi kalla gæti fram allt sem í mér bjó? Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Það sem steig upp úr rökkri dulvitundar minnar á þessari kynlegu stundu var ekki skýr og skilmerkileg ósk og átti áreiðanlega ekkert skylt við sjálfráðan vilja minn. Þetta var aðeins reikull fangi sem hvarflaði að mér og var ef til vill ekki sprottinn af minni eigin hugsun heldur af annarlegum toga, framkomin úr einhverjum ókunnum hugarfylsnum. En þau duldu máttarvöld sem höfðu veitt mér svo miklu fleira en ég hafði dirfst að óska hljóta að hafa verið á hleri. En það biðu þau ekki boðanna, þau reittu hönd sína til höggs, jöfnuðu líf mitt til jörðu og neittu mig til að reisa á rústum hins liðna annað ómildara og örðugra líf.